Komiði sæl, hér kemur stutt kynning á jafnrétts- og inngildingarmálum Háskóla Íslands. Fyrst ber að nefna jafnréttisáætlun Háskóla Íslands sem má finna á jafnréttisvefnum jafnréttishi.hi.is. Í jafnréttisáætluninni er áhersla á kyn, fötlun, hinsegin málefni og málefni innflytjenda og nemenda með erlendan bakgrunn. Og hún inniheldur markmið og aðgerðir sem snúa að þessum málefnum. Kyn, fötlun, hinsegin málefni og málefni innflytjenda og hún inniheldur aðgerðir hluti eins og stuðning við nemendum af erlendum uppruna, kennsluhætti, aðgengismál, fræðslu og kyngrein salerni og aðkomu fulltrúa stúdenta að jafnréttisstarfi háskólans. Áætlunin tekur mið af stefnu Háskóla Íslands þar sem jafnrétti er leiðarljós í starfi skólans og grundvöllur fjölbreytni og virðingar í háskólasamfélagi. Á 3 ára fresti er áætlunin endurnýjuð og koma starfsmenn nemendur og ýmsir sérfræðingar á endurskoðun. HÍ er með jafnréttis- og inngildingarteymi sem fylgir eftir jafnréttisstefnu skólans og hægt er að leita til þeirra eftir ráðgjöf hér, jafnrétti@hi.is. Jafnréttisnefnd og ráð málefni fatlaðs fólks fjalla málaflokkinn og marka stefnu hans. Það er líka fjölmenningarfulltrúi og auðvitað fulltrúa stúdenta, meðal annars stúdentaráð sem eru kosin á hverju ári. Það er líka femínistafélag HÍ og Q-félag hinsegin stúdenta. Við líka hvetjum nemendum að mynda félag ef þeim finnst að það væri gott fyrir þau. Á hverju ári við Háskóla Íslands við höldum jafnréttisdagar í öllum háskólum landsins, meira að segja, til þess að miðla þekkingu og tala saman og þið eru öll velkomin að taka þátt, bæði sem þátttakendur og hlustendur og áhorfendur og líka ef þið eru með pælingar eða vinnusmiðjum eða fyrirlestur sem ykkur langar að deila, þið getið líka tengt okkur og auðvitað, þið eru meira en velkomin að taka þátt. Hér er jafnréttis- og inngildingarteymi sem starfar á mannauðssviði HÍ. Þau eru Arnar Gíslason sem er jafnréttisfulltrúi, Jóhanna Marcinkowska sem er verkefnastýra inngildingarverkefna og Sveinn Guðmundsson sem er jafnréttisfulltrúi og umboðsmaður doktorsnema. Þau eru alltaf tilbúin til að styðja okkur og hjálpa ykkur eins vel og við getum. Líka við Háskóla Íslands er mjög mikilvægt verkefni sem heitir Sprettur og Sprettur vinnur til að styðja gagnkvæmniaðlögun nemenda með erlendan bakgrunn við Háskóla Íslands og líka við stóra samfélagi. Verkefnisstjóri Spretts er líka fjölmenningarfulltrúi háskólans og vinnur nánar við inngildingarteymi til að þróa inngildingarstefnu og styðja öll þessu mál. Svo, ef þú ert nemandi með erlendan bakgrunn, þú getur skráð þig á Spretti til að fá náms- og félagslegur stuðningur, mentorastuðningur og tengslanet, persónuleg þróun, valdefling og inngilding. Og við hvetjum ykkur að taka þátt, að hlusta, líka við erum með persónuleg viðtöl, ráðgjöf og alls konar sem er mjög mikilvægt eins og menningarnæmni, fjölmenningarfærni og svo framvegis. Við Háskóla Íslands við erum líka með tilkynningarnappur á Uglu þar sem er hægt að tilkynna áreitni og ofbeldi og eitthvað bara mismunun.
og upplýsingar sem eru mikilvæg úrræði vegna óviðeigandi hegðunar. Svo fagráð Háskóla Íslands tekur við kvörtunum og rannsakar hvað sem mál og HÍ greiðir líka fyrir 6 tíma hjá sálfræðingi fyrir þau sem þurfa. Svo við hvetjum ykkur að vera meðvituð þetta og líka ef þið eru ekki bara beint involverað, það líka mögulega að deila og vera vitni af og hjálpa okkur að taka þátt og að betrumbæta öll sem gerðist. Svo við hvetjum ykkur að vera meðvituð þetta. En síðast en ekki síst, við Háskóla Íslands hér eru allar aðilar sem hægt að leita til og rafrænar upplýsingar. Jafnrétti, fagráð, viðbragðsteymi, ráðgjöf, RÚMF, umboðsmaður, ASK, Sprettur, jafnrétti.hi.is, equality.hi.is og hægt að leita til jafnréttis og inngildingarteymis og fjölmenningarfulltrúa í trúnaði með stórt og smátt, hvort sem það ráðgjöf útfærslu á verkefnum, ábendingar það sem mætti laga í starfsemi skólans eða einstök mál sem þarf að leysa. Svo þið vitið að því og okkur langar að hvetja ykkur að taka þátt af því að inngildingu, jafnrétti eru allra ábyrgð. Svo gerum þetta vel og betrumbætur okkar háskólasamfélagi. Takk fyrir.